Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Háskóladagurinn orðinn árviss viðburður en þá koma allir háskólar landsins saman og kynna námsframboð sitt. Þannig geta framtíðarnemendur fengið upplýsingar allt háskólanám á Íslandi, rætt við núverandi nemendur og starfsfólk þar sem í boði er. Háskóladagurinn var haldinn í Reykjavík í byrjun mars en hefur síðan lagt land undir fót og heimsótt hina ýmsu staði, meðal annars Akureyri, þar sem við slóumst í hópinn og ræddum við aðstandendur og gesti viðburðarins. Nú erum við búin að vera að ferðast landið með háskóladaginn. Hvernig hefur svona gengið og hvernig var viðbröðin verið? Við höfum fengið mjög góð viðbröð. Við erum búin að vera að fara út allt land. Núna erum við á Akureyri en við erum búin að fara til Ísafjarðar, Reykjanesbæ, Keflavíkur og eigum Vestmannaeyjar og Selfoss eftir. Viðbröðin hafa verið frábær, okkur hefur alls það verið vel tekið. Krakkar eru mikið að pæla í hvert stefna eftir framhaldsskóla. Þannig að við höfum mjög góð samtöl við fólkið og eru áhugasöm nám á Íslandi. Hversu mikilvægt er að hafa svona dag ekki bara í Reykjavík heldur að fá þetta út á landsbyggðinni líka? Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þó að við séum allt árið að fara í þessa framhaldsskóla á landinu. Þá er gaman fyrir nemendur að geta skoða alla skólana í einu eins og hérna, ekki bara fá einstaka kynningu heldur skoða alla og borið á saman jafnvel. Og hvað er það sem að nemendurnir eru að spyrja? Eru þeir komnir langt í sínum pælingum þegar þeir tala við okkur? Það er alls konar. Við erum stundum að fá grunnskólanema inn sem að hafa enga hugmynd sem er bara gott. Síðan eru algjörlega fastmótaðir og vita að þeir ætla í eitthvað sérstakt nám. Við erum náttúrulega með löggunámið sem er glænýtt hjá okkur. Við erum með tölvunarfræði í samstarfi við HR. Það er alls konar nám sem að fólk bara fílar að skoða. Nú er þetta samstarf milli háskólana en á sama tíma ákveðin samkeppni nemendur. Hvort er þetta nú meira samstarf eða samkeppni? Þetta er samstarf, en þetta er skemmtileg samkeppni. Hvernig hefur gengið fyrir ykkur landsbyggðarskólana að fá nemendur af höfuðborgarsvæðinu? Það gengur bara alls ekki illa. Við erum með allt grunnnámið okkar í sveigjanlegu námi, þannig að þú þarft ekki að flytja til Akureyrar frekar vilt. Það er auðvitað æðislegt að búa á Akureyri, en þetta sveigjanlega nám gerir þeim kleift að búa áfram í sinni heimabyggð og stunda námið á Akureyri og koma í lotur eða nokkra tíma í senn. Þið hafið þó nokkra sérstöðu hérna, sérstaklega í háskólanum á Akureyri, hvað það var? Við teljum okkur algjörlega verið í forystu með þetta sveigjanlega nám. Svona gildi háskólanáms, nú þetta er menntun alltaf að aukast og fleiri komin með góða menntun. Upplifur það að það er alltaf jafn mikil eftirspurn eftir því að komast í háskóla? Það er nú bara þannig að þetta liggur við orðið standard að fara í háskóla. Þú kemst ekki eins langt með menntaskólamenntun eins og kannski áður fyrr, þannig að þú þarft að sérhæfa þig í einhverju. Og jafnvel er grunnnám í háskóla ekki einu sinni nóg, þú þarft að fara í ennþá meira nám. Þannig að þetta er bara þróunin í dag, áður en við grípum eitthvað inn í og breytum þessu. Nám í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri var sett á laggirnar síðastliðið haust og mátti skynja talsverðan áhuga á deildinni meðal gesta háskóladagsins. Rebekka, af hverju ákvaðst þú að fara í lögreglufræðin? Mér hefur bara alltaf langað að fara í lögguna frá því ég var pínu lítil. Kemur örugglega pínu frá pappi var lögga, eða er lögga. Ég held að það hafi bara komið pínu óvart bara hvað ég helst, þú veist að ég vildi ennþá verða lögreglu. Svo fór þetta á háskólastig og mér leist bara mjög vel á það. Já, það er auðvitað nýtt nám sem byrjaði bara í haust. Já. Hvernig hefur þið líkað í náminu? Mjög vel. Við erum náttúrulega fyrsti hópurinn, þannig að við erum mjög mikið bara svona að þróa þetta, bara eins og við förum áfram. En þetta er svona pínu óskipulagt, það reynir alveg á þolinmæði en ég held við bara gott að því. En þetta er alltaf komið og þetta er mjög spennandi nám og virkilega skemmtilegt. Sérstaklega starfsnámið sem við förum í einu sinni viku suður í mánuði cirka. Og það er mjög mikið bara verklegu og já, það er bara virkilega skemmtilegt. Nú er þetta svolítið öðruvísi nám en kannski margt annað sem við verðum að kynna hérna á háskóladaginn. Hvað er fólk að spyrja? Í rauninni bara hvað við erum að gera, hvað við erum að læra. Mjög mikið spurt af því, hvort þetta sé, hvað af bóklegum fögum við erum að fara í og einmitt hvað við erum að gera verklegt og svoleiðis. Háskólinn á Akureyri var ekki eini norðlenski skólinn sem kynnti námsframboð sitt á háskóladaginn, heldur voru þar einnig fulltrúar frá Hólaskóla í Skagafirði. Hver er sérstaða Hólaskóla? Hólaskóli býður náttúrulega upp á fáar greinar. Við bjóðum upp á fiskeldisfræði, ferðamálafræði og hestafræði og undir ferðamálafræðinni er viðburðarstjórnun og við erum eini skóli á landinu sem býður upp á viðburðarstjórnun. Og við vorum fyrsta ferðamáladeildina og ferðamáladeildin í dag er orðin stærsta deildin innan skólans. Það eru 140 nemendur í skólanum og 220 samtals 140 í ferðamálafræði. Og þú ert nemandi í ferðamálafræði? Ég er í öðru ári á ferðamálafræði, já. Af hverju ætti fólk að fara í ferðamálafræði?
þetta svo rosalega stór business í dag og fólk að gera sig grein fyrir því að það eru gæði sem skipta máli í ferðamálafræðinni, ekki bara magnið. Haldið þið fáið eitthvað öðruvísi viðbrögð Hólaskóli en kannski hinir skólarnir eins og HÍ og HA og þeir? Já, eins og að segja, þá erum við svona sértækari í náminu okkar, ekki með rosalega margar deildir innan skólans og þá fólkið sem kemur til okkar, það veit alveg hvað svona þannig langar að gera. En við náum alltaf að snúa einhverjum hérna, við verðum að koma í ferðamálafræðina. Nú er þetta samkeppni nemendur. Eru þið eitthvað öðruvísi en hinir skólarnir þegar kemur að því? Sko, á háskóladeginu þá leitust við, þá hlaupum við ekki eftir fólkinu. Við erum tiltölulega lítill skóli, þannig að það þarf ekki þannig sem margar nemendur til okkar. Þannig að við fólkið sem kemur, við tökum vel á móti og snýst að velja réttu nemendur? Já, ekki bara hvað sem er. Frábært, takk fyrir það. Astráð, hvernig líst ykkur á þetta? Mér líst bara nokkuð vel á þetta sko. Ég að hugsa að fara í Háskólann á Akureyri að læra lögregluna. Já, af hverju? Mér finnst þetta bara svona honest job og svona. Kannski ég fari eitthvað annað en einmitt núna hef ég svona sýn á lögregluna. Nú ert þú í 4. bekk að fara að útskrifast í vor. Ert þú búinn að ákveða hvað þú ætlar að gera? Nei, ég fer samt eitthvað svona tæknitengt eða raungreinatengt. Hversu mikilvægt er að fá svona kynningu í skólan á því sem er í boði? Þetta er bara mjög fínt sko. Það er gott að tala við fólki sem er deildinum, tala við nemendur og umsýnar fólk. Þetta er bara miklu betra heldur að skota á netinu sko. Já. Það eru þetta ótrúlega mikið í boði. Finnur þú fyrir það sé erfitt að ákveða? Já, svolítið. Það er frekar erfitt. Stefnir, hvaðan eru þið að koma? Frá Húsavík, já. Framhaldsskólanum á Húsavík. Af hverju ákveðuð að koma hingað? Þetta var bara mjög áhugavert. Ég þurfti að læra aðeins meira þetta. Ég vissi ekkert beint hvað ég vildi gera. Gott tækifæri til að kynnast háskólanum og svona. Já. Og eru það einhverju nær eftir daginn? Já, klárlega. Hvað finnst ykkur svona mest spennandi? Háskóli Íslands í lífvíðafræði held ég. Eða viðskiptafræði. Af hverju? Ég veit það ekki. Þetta er bara svona eitthvað sem höfðar til mín. Já. Nú eru þið spenntar fyrir að fara suður frá Húsavík. Langar ykkur ekkert að vera áfram hérna fyrir norðan? Nei. Spennt að pröfa eitthvað nýtt. Já, breyta til. Hversu mikilvægt er að fá svona kynningu á því sem er í boði? Þetta er mjög mikilvægt. Þetta hafði mikil áhrif. Ég hafði aldrei hugsað að ég hafði áhuga á lyfjafræði eða viðskiptafræði sko, en mjög ánægð með að koma sko. Auðvelt er að ákveða sig eftir daginn? Já, klárlega. Frábært. Takk fyrir það. Já, ekkert mál. Takk. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.